Heimsforeldrar skipta sköpum fyrir starf UNICEF og mér þykir vænt alla þá sem eru með okkur. Heyrðu, þá bara komið að tölfræði. Eins og svona kosninganótt. Ertu góður í tölfræði? Ó já, ég var í eðlisfræðideild Menntaskólans í Reykjavík, þannig að ég ætti að geta Af hverju áttu svona erfitt með þetta áðan þá? Af því að ég snú okkur að tölfræðinni. Það var of einfalt kannski. Ok, 292 heimsforeldrar. Á einu ári. Viltu segja það? Já. Þeir geta, sem sagt, bólusettum mislingum 160.834 börn sem samsvarar fjölda allra barna á Íslandi tvisvar sinnum. Ok, en trúlega ekki tvisvar, af því að það þarf ekki að bólusetja það tvisvar. Er það ekki? Er það? Já, Já, bólusetja þig. Já, til öryggis, komdu hérna, bólusetja hérna rassinn líka. En af hverju þurfum við þessa samsvörun við Ísland? Af hverju þurfum við það? Af hverju þurfum við, já, einmitt, vegna þess að þegar við fyrir til útlanda og við sjáum Eiffel-turninn og hugsum, hvað þetta, þessi turn stór? Hann 2 Hallgrímskirkjur. Já! Við verðum alltaf að miða við eitthvað, er það ekki? Jú. Ég geri það. Já. En sem sagt, hvernig var þetta aftur? 400 og tæplega 500? Þú manst ekki neitt, þetta eru 2 Ísland. Allir krakkar á Íslandi bólusettir tvisvar sinnum. Við ætlum ekki að gera það, við ætlum að bólusetja hina krakkana einu sinni, 2-faldan fjölda. Já. Guð minn almáttugur hvað þetta flókið. Hérna, sko, Dóra og Páll Óskar, þau stungu af. Þau stungu af? Já. Og hvað segir það okkur? Þau stungu af til Afríku. Já, og ekki bara Dóra, heldur líka vinkonannar Barbara, sem alltaf með rautt nef. Kíkjum á það. Hún alveg spes. Já. Já, hæ, þetta Barbara hérna. Það sem að mér hefur verið hugleikið hvað æskan dýrmæt og hvað við eigum öll góða minningar æskuna og að við eigum að gefa öllum börnum tækifæri á að eiga góða minningu æskuna. Og þá datt mér þetta í hug. Dararararara, dararararara, Það andvöku bjart, hinn kvöld sólar skar. Finnum litla laug, tínum grös, sjóðum grauð. Finnum litla laut, Tínum grös, sjóðum grauð. sem fjúka barna á. Upp í loft, út á sjó. Verðmæt gleði tá, Erni ró. Kveðjum stress og skjáinn.
Tínum skeljar fjallagrös og látum pappa blásumös. Við grjótar hól í feluleik á hleðslu lambasteik. Grjótar hól í feluleik á hleðslu lambasteik. Stingum Því miður geta þessi börn sem UNICEF hjálpar ekki stungið af frá aðstæðum sínum, en við getum hjálpað til við að gera þær bærilegri. Já, heldur betur, bara með því að hringja. Ef ykkur leiðist heima, þá fullt af skemmtilegu fólki hérna til að hringja í. Og þið getur svona breytt heiminu pínlítið með því að hringja og gerast heimsforeldrar eða taka þátt í símaleiknum. Ég að fara að taka upp jólapakka núna eftir 901 2900. En ég heyrði til dæmis hérna æðislega sögu áðan. Það var pabbi sem hringdi og dóttir hans sagði við föður sem þeir voru að horfa á sjónvarpið: pabbi, ég vil fá 1 í jólagjöf og það er að gerast heimsforeldri. Og það gerist áðan, Þórdís. Þetta var alveg dásamlegt augnablik, alveg svoleiðis sem að var meir og maður hugsaði með sér, ef maður hefði haft vit á þessu um að 12 ára gamall að biðja hjálp við bástödd börn í jólagjöf, að þá væri heiminn betri staður. Ég held það. Vá, falleg jólagjöf. En hér er líka frábær manneskja, hún heitir Sólveig Sveinbjörnsdóttir, hún er nýkomin til Íslands frá Eþíópíu þar sem hún var að starfa á vegum Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, UNICEF. Og Sólveig, hvað varst að gera í Eþíópíu? Við vorum að vinna með stjórnvöldum í Eþíópíu að byggja upp barnavæna stuðning, sérstaklega fyrir börn sem voru viðskila við foreldra sína og rauninni líka til að koma í veg fyrir að það gerist. Og þetta eru þetta börn sem eru allra viðkvæmustu, sem að verða fyrir barðinu á allskyns misnotkun og vanrækslu. Og með þessu vorum við að búa til samþætta, sjá til þess að það er svona samþætt þjónusta, ekki bara að styðja við foreldra, heldur líka að styðja við börnin og sískinin, og þannig að það var svona heildræn þjónusta fyrir alla fjölskylduna. Sjá til þess að börnin fái menntun og heilbrigðisþjónustunni þurfti á að halda. Og út af því að í rauninni voru mörg börnin þarna bara á stofnunum, út af því að foreldrar voru fátækir og þetta er líka mikið einnig vandamál. Þetta er svo margþætt vandamál og svo mikið sem UNICEF er að vinna að ég þyrfti klukkutíma til þess að koma því öllu að í rauninni. En þú séð svona þessa litlu þúsundkalla sem er að tína sér inn í kvöld verða að kraftaverkum? Já, þetta allt sem kemur inn skiptir gríðarlega miklu máli út af því að verkefninu eru botnlausir eins og staðan er. Maður sér samt þar sem ég er búin að vera að vinna við þetta, ég sé árangur og ég er sannfærð að þetta er eitthvað sem við verðum að halda áfram að vinna að hörðum höndum og þá sérstaklega eins og ég segi, núna þetta neyðarástandið er alltaf sem að tekur mikla athygli en þetta er líka þessi uppbyggingarvinna með stjórnvöldum sem þessi peningur líka fara í. Út af því það er eitthvað sem kemur til með að vera. Þetta er eitthvað að byggja upp eitthvað kerfi sem kemur til með að vera og stjórnvöld eiga taka svo við sem bara fullgildir sem eiga þetta kerfi sem að vera að styðja þau við að byggja upp. Sólveig, takk fyrir þetta. Velkomin heim aftur frá Eþíópíu. Þar heyrið það. Þessi þúsundakallar geta skipt miklu og breytt sköpum en hér skiptist á hlátur og grátur. Þetta er ótrúlega skemmtilegt kvöld og er ekki bara komin tími til að hlæja svolítið núna? 5 sekúndur að brjótast út, Bergur. 5 sekúndur, Bergur. Og nú er hann eflaust kominn hérna til borgarinnar þar sem hann er búinn að hverfa í mannfjöldan og getur leynst hér í fleiri ár. Og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í þessu máli? Ætlar hún að hunsa þetta vandamál rétt eins og hún hunsar þetta blessaða eldgos sem er við það að tortíma öllu hér á landinu? Afsakið, Páll, ef við getum núna kannski fara að tala málið sem við fengum í þáttinn út af. Þetta er vissulega viðkvæmt mál en við verðum að koma inn á það því að það hafa gengið sögusagnir þetta alveg frá upphafi þessa árs. Já, Bergur,
Bergur, mér langar að þakka þér kærlega fyrir að taka þetta upp. Vegna þess að mér hefur lengi langað til að koma nokkrum mikilvægum atriðum á hreint hvað varðar þetta mál. Sko, ég hef alltaf talað fyrir því að stjórnmálamenn hafi sitt einkalíf í friði. En það hins vegar ekkert launungamál að mér urðu á viss mistök í upphafi ársins. Það var þarna stúlka í spilinu, stúlka sem ég hef ekki átt samskipti við í langan tíma og það er líka stúlka sem mun ekki fá að sundra þeirri góðu fjölskyldu sem hér situr. Ég vísa því algjörlega til föðurhúsanna að ég hafi lagt hendur á þessa konu og ég vil líka minna á það að hún á sér fortíð vegna fíkniefna og áfengisvandamála og það þýðir ekkert að breiða neitt yfir það. Fyrirgefðu, Páll, ég held ég verð að fá að stoppa þig. Ég hef bara ekki hugmynd hvað þú ert að tala Ég ætlaði að ræða við þig sögusagnir sem hafa gengið hérna mjög lengi óeðlilega millifærslur sem hafa átt sér stað inn á reikning fjármálaráðuneytisins frá fyrirtækinu Grímsbø-Tún sem dótturfyrirtæki Omni Invest. Já, einmitt. Ok. No comment. Þetta var skemmtilegt. Íslenski stjórnmálamenn og Íslendingar hafa stundur sagt okkur Íslendingar við séum dálítið galin og klikkuð en eitt megum við þó eiga, við erum hjálpsöm og það margir duglegir að hringja núna og ætla að hjálpa og leggja þessu verkefni lið, gerast heimsforeldrar og taka þátt í símaleiknum og núna eru Íslendingar svo duglegir að hringja að símkerfið hreinlega stíflað þannig að slækið bara eins á, þið getið hringt rétt á eftir ef þið einhverjum vandræðum núna en núna komin tími til þess að taka upp pakka og það sjálfur jólapakkin. Við skulum fara hérna. Hér jólatréð, hér jólapakkin og það engin smá pakki. Eins og ég sagði áðan, það Vodafone snjallsími, 858, það eru jólaostarnir, gjafakorfa frá ostabúðinni og svo það jólagjafakort frá miðborgin okkar. Og hver skildi svo heppna verða? Nú að gera að hringja á eftir og hirða síðustu 3 jólapakkana í 901 2900 en sá sem að vinna þennan svakalega glæsilega jólapakka, hún heitir Ragnhildur Jóhanna Barðadóttir. Til hamingju með það. En næstir eru pörupiltar. Börnin séu framtíð, við 3 nútíð, af og amma fortíð. Við í heimi framtíð barna ei svo björt. Já, gefum þeim sjens í kvöld. Tökum upp í símtólið, látum gamminn geisa. Og gefum með hjartanu. Hvar sem í rúfandi eða á rifi, litlir gullmólar þurfa mat í malan, húsaskjól og bók til að stauta í. Hreinan vatnssopa, jól í skókassa og fötin hlý. Æðislega þjóðin mín, þú getur allt en bara á því tegir. Með kjark og þor og kærleika, við saman breytum heiminum. Við fáum okkur eitt rautt nef og styrkjum með því UNICEF. Legðu hönd á hjarta, litla hjarta þitt og fyndu styrkinn þitt. Segðu svo við sjálfan þig, ég ókei, ég get gefið. Nú ertu frelsaður. Þú frjáls. Vá, hvað þér líður vel. Svo vel. Gleðistraumur þig fer. Þú veist að gleði besta víman Trúum því að börnin séu framtíð, við því nútíð, af og amma fortíð.
Við í heimi framtíð barna eins og björn. Gefum þeim séns í kvöld. Tökum upp símtólið. Látum gamminn geisa. Og gefum með hjartanu. Æðislega þjóðin mín, þú getur allt ef bara því tekur. Með kjark og þor og kærleika, við saman breytum heiminum. Við fáum okkur eitt rautt nef og styrkjum með því UNICEF. Ég tar hjarta þig og fyndu styrkinn þig. Segðu svo við sjálfan þig. Ég ok, ég get. Og ég dásamleg. Vá, hvað mér líður vel. Sælustraumur mig fer. Þú veist að gleði besta vinnan Og við myndum bara að byggja síman og ringja bara strax í 5626262. Nákvæmlega, ég ringi bara mörgu sinnum bara aftur. Við erum reyndar á milli starfa og það stendur ekkert kannski svakalega vel á hjá okkur akkurat núna, sko. Svolítið blankir. En bara, þið vitið, Gangi ykkur vel. Glæsilegt. Strákar, ég er stoltur af ykkur. Frábært, strákar. Hvað segið þið? Flott stelpur. Hvað segið þið? Hvað heitið þið? Ég er Nonni. ég er Hermann. Og ég heiti Dóri Mokk. Já, okkur langaði bara svolítið að vita hvernig afstaða svona karlmannlegra karla sé til svona safnana. En þið kannski sögðu það svolítið í laginu. Við bara, okkur finnst svolítið að þurfa að passa upp á þessu gullmóla í heiminum. Þannig að, Ísland eða útlönd eða bara, þetta er allt börnin okkar. Kannski ekki mín, ég hef ekki farið til Afríku, ég á ekki þessi börn, en samt, börnin okkar. Þetta er náttúrulega, við akkurat kannski ekki svo vel staðir núna, en bara þegar við fáum starf og innkomu, þá verðum við fljótur að hringja, sko. Nákvæmlega. Já, þannig að þið eruð ekki heimsforeldrar eða eitthvað? Jú, ég var reyndar gerist heimsforeldri í hádeginu og mér langar bara að skora á alla mína starfstétt, alla rappara, að taka upp síman og gerast heimsforeldri núna bara. Heimspappi. Einmitt. Já, þetta er glæsilega að gera gott lag. Við getum verið stolt af þessum prýðisdrengjum. Og við eigum fleiri góða drengi, eins og til dæmis Pál Óskar. Hvað er það? Bara nota þetta, já. Palli ætlar að sýna okkur smá einslag frá ferðalögum sínum. Já, hann fór til Afríku, eins og fram hefur komið. Hann fór til Sierra Leone. Já. Hvergi er fátækt jafn skerandi og jafn áþreifanleg og í yfirfullum fátækrahverfum. Hér í Freetown, höfuðborg Sierra Leone, hafa íbúar ekki hreint vatn og hér er engin sorphirða, engar skólpleiðslur eða önnur þjónusta sem margir telja sjálfsagða. Brattar, hættulegar tröppur liggja niður í hverfið og þegar neðar dregur magnast lyktin, lykt af úrgangi, skólpi og rotnandi matarleifum. Þetta er ekki staður fyrir börn til að alast upp á. Smithætta er mikil
hreinlæti lítið og hvergi leiksvæði að finna. En hér eru þó börn og líka skóli. Mikilvægi menntunar verður enn skýrara á jafn aðþrengdum stað. Hér jafngildir menntun voninni að skapa sér betra líf. Örvæntingafull atvinnuleit hefur rekið marga hingað til borgarinnar, en ýmsum finnst sárt að þurfa að kaupa vinnu svo dýru verði. This is a bathroom where people wash. People are using this drainage as a toilet, especially children, and also they dump refuse here. You know, there is no site for refuse disposal. They usually dispose refuse here. Við aðstæður sem þessar verða örlög margra barna að láta lífið af einföldum orsökum á borð við malaríu og niðurgangspestir. UNICEF þjálfar sjálfboðaliða sem heimsækja fátæk hverfi og aðstoða samfélög við að minnka barnadauða með því að upplýsa fólk hreinlætisvenjur og sjúkdómsvarnir. Ef þessar myndir sem þú hefur séð hér í kvöld hafa kveikt eitthvað ljós, kannski ljós í hausnum á þér eða ljós í hjartan á þér, þá biðla ég til þín að gerast heimsforeldri. Ég skal lofa þér því að þau munu taka betur eftir þessum 2000 kalli á mánuði heldur en þú. Hringdu núna. Það sláandi að horfa á þetta, en það gaman að segja frá því að söfnunin gengur mjög vel og við hvetjum ykkur til þess að halda áfram að hringja inn. Ég með smá staðreyndina. Það eru 11 manns í fótboltaliði og ef að 11 manns taka sig til og gerast heimsforeldrar fyrir 2000 krónur á mánuði, þá geta þeir útvega meira en 4500 börnum blýanta og stílabækur til þess að mennta sig. Og fótboltamenn, ég meina, þið eigið nú svolítið af peningum, þannig að takið upp símann. Já, markmið okkur hérna í kvöld ekki bara að bjóða ykkur að gerast heimsforeldrar, heldur líka ef einstaklingar eða fyrirtæki vilja styrkja þetta verðuga málefni endilega hringja inn. Og Sambíóin í Álfabakka vilja bjóða því fyrirtæki sem kemur með svona rausnalegasta framlagið á sérstaka VIP-sýningu í Álfabakka, þannig að endilega bara hringið inn fyrirtæki. Þetta sést úr veislunni. Hérna sér kjólinn. Hann dásamlegur, hann ferður líka svo vel. Það má nú líka alveg gera það. Ég borgaði átti 90 skall fyrir það. Herðu, eiga dúkarnir að fara með sænguvörunum? Það fer alveg eftir því hvaða dúkar það eru, má ég sjá? Þessi hérna? Já, nei, herðu, þessi rósótti, hann má alls ekki fara á suðu. En hinn jú, þeir þóla það. Einmitt með grunaði það nefnilega. Ok, takk. Var ekki Guðni í... Jú, hann bara lasinn í dag. Það óttaði þið, þú ert svo gagnrýnin. Já, talandi gagnrýni, þá ætlum við að sjá tölfræði. Ok, það gengur við bara vel. Gengur mjög vel, við heyrðum það úr stúdíónu. 476 heimsforeldrar geta hvað? Þeir geta bjarga 967 alvarlega vannærðum börnum. Já, sem samsvarar öll börn yngri en 18 ára á Ísafirði. Á Ísafirði? Já. Akkur er alltaf verið að níðast á Ísafirði? Er eitthvað að þeim börnum? Nei, þetta er samsvörnin sem við töluðum áðan. En það er allt í lagi, ég meina bara taka það fram, krakkar á Ísafirði, það er allt í lagi með ykkur. Ekkert að fara að tróða ykkur út, skiluðu. Við erum að bjarga börnum sem þurfa að þið eru bara vel sett. Þið eru bara dæmi. Haldið áfram að borða popp og svona, horfa bara okkur og svona, vera róleg bara. En við ætlum að hitta fyndnasta mann Íslands. Já, heldur betur, Daniel Geir. Gjörðu svo vel. Gefa hann að góða klapp. Halló. Á ég ekki að taka Dorrit Forrit brandarann? Nei, ok. Hæ, ég heiti Daniel Geir og ég er eini uppistandarinn sem þurfti ekki að fara í sminkendur, ég kallaði Daniel. Ótrúlega góða og dökka húð. Ég fór í 10-11 ári ég kom hérna. Þegar ég var lítill og fór í búðir, þá var alltaf svona ömmur að vinna í búðum. Nema í dag, þá er þetta svona dýraverðir.
og þeir standa svona eitthvað fleira og maður bara svona, nei, ég ætla ekki að fá neitt fleira og þeir allir í bólinn sem stendur á við leggjum okkur fram við að bjóða ykkur góðan daginn og þeir bjóða mann ekki góðan daginn þú veist, hvernig þetta klúður að þessu og svo fór ég að apótekum daginn og það ég fekk frunsu og þegar ég fæ frunsu þá var þetta ekkert venjuleg frunsa sko, og þú veist, hún var álíka stór og Þór Sari eða eitthvað og ég labbaði hérna og segi, herðu, eigið til frunsukrem og í apótekum þarf að vinna svona meðalkonur og hún segir við mig svona, já, hérna frunsan komin eða hún byrjaði að koma í frá, hún komin, við erum hérna, ég og Þór og síðan hérna hringdi ég í símaskrána en daginn og það með vantaði símanúmer og þá svaraði kallmaður svona símaskráðu góðan dag og ég bara, oi, símaperri þú veist, hvernig ástandið orðið eiginlega ástandið náttúrulega svart og hvað það sem okkur dettur í hug við fáum Jóhanni Sigurðardóttur til að vera forsætisráðherra og veist, hún má ekkert aumt sjá að er vinur litlamannsins hvernig getur lesbía verið vinur litlamannsins hvað á hún að gera að hann hengja á hann jakka eða, komdu hérna, litli vinur og hvað það fyrsta sem hún gerir hún þurrkar út heila starfstétt og strippara með ekki lengur vinna á Íslandi og ég fór svona að spá, hvað gerir strippari þegar hún búin að missa vinnuna þú veist, getur farið í málningavinnu, þú veist, vun að mála sig eða eitthvað eða farið í garðrækt, þú veist, vun að snirta runna eða vinna í gæludýrabúð, hún getur haldið rottinni hreinni og ég svona en við viljum kannski ekkert alveg missa stripp og hvað gera Íslendinga þá var bara búin til íþrótt og nú allir að keppa í pole fitness þú veist ég man hérna þegar ég var lítill og NBA-ið var og ég var eitthvað að svissa niður þristum að þá setti pappi körfu utan á húsi heima þú veist, þeir eru feður í dag eitthvað bara svona jæja, elskan hann pappiðinn nú búin að setja pole fitness húlu inn í stofu það sem að þú verður góð þegar þú fermist eftir 3 ár og veist, þetta algjörst, vá mikrofónin alveg ennþá blöytur eftir Ómar Ragnarsson og bílahljóðin fyndu þið? Nei, þetta ég maður en hérna ef ég var í bíómynd þá kemist ég örugglega ekki inn á imdb.com og veist, það svona síða það sem fjallað heimsins frægustu myndir og það var einhver svona geðsjúklingur sem byrjaði að íslenska heitið á þessum myndum og veist, Forrest Gump, Gummi skógur Rocky, Steini þú veist, Þorsteinn Guðmundsson eitthvað Andvaka á Akureyri, Sleepless in Seattle og síðan uppáhaldi mitt, Casablanca, Kópasker, veist í alvöru. Bara svona, ég var að drífa okkur í sólina á Casablanca. Nei, förum frekar á Kópasker. Það svo rosalega góð ylströnd þar. En ég heiti Daniel Geir og þakka kærlega fyrir mig. Frábært. Sko, þetta var fyndnasti maður Íslands og við erum að leita, við erum með grín hérna, en við erum að leita hver besti maður Íslands? Hver besta manneska Íslands? Þess vegna erum við hérna í beinni útsendingu í 5 tíma. Það er svo erfitt að finna það? Nei, því við erum náttúrulega ekki besta manneski? Þorsteinn Guðmundsson. Við erum að safna heimsforeldrum. Já. Nei, það er ekki hægt að safna heimsforeldrum. Við erum hér til þess að hvetja fólk til þess að gerast heimsforeldrar. En hver finnst þér bestur á Íslandi? Ekki þú. Jú. Veistu hvað? Fjölnir Þorgeirsson sem bjargaði hestunum. Nákvæmlega. Ég hægt að toppa það. Einmitt. Ég var til að bjarga hestum. Ætli Fjölnir sé heimsforeldri? Ætli hann sé það eða er hann hestaheimsforeldri sem að styður við fornöld víða heim. Svo eru fleiri. Það eru fleiri. Hjálpræðisherinn. Já. Kaupir þú ekki alltaf hérna blaðið? Herópið. Í Kringlunni, alltaf. Sérstaklega þegar þeir eru með lúðrasveitina. Já, þetta er frábæri samtök. Þau eru frábæri. Ætli þau séu heimsforeldrar? Þau eru það náttúrulega vissu leyti. Þau eru það. Akkur það með svona vitlausar spurningar. Ok. Björgunarsveitin. Já. Er það ekki? Jú. Þetta er besta fólk Íslands. Já, einmitt. Þetta er, basically. Það er hægt að sláta lið út. Það er hægt að taka bara þessa lúðrasveit og sópa henn út á borðinu með því að gerast heimsforeldri fyrir 1.000.000 mánuði. Nei, kannski ekki.
Það er svolítið mikið. Þetta var rosalega vont dæmi, ég skildi þið ekki eins og. Heyrðu, en nú ætlum við að fara í innslag sem að er grafalvarlegt og Já, en samt, já. með mjög góðum boðskap og horfum nú. Efling. Já. Efling. Þetta erum við að standa fyrir kvöld, gjör svo vel. Ljáðu mér eyra, ljóðu nú í flýt. Lestu boð minn hvarma. Ég er stelpa sem fæddist á dýnu á gólfi í yfirfullu fátækrahverfi. Mamma mín er 15 ára. Og tárin sína Ég er heppin að hafa yfir höfuð fæðst. Mörg börn látast í fæðingu þar sem hvorki ljósmæður né læknar eru til staðar. Af því ég er stelpa er ég heppin ef ég kemst í skóla. Mikill meirihluti barna sem ekki ganga í skóla eru stelpur. Af því ég er stelpa er ég heppin ef ég þarf ekki að giftast ung og eignast sjálf barn á unga aldri. Af því ég er stelpa gæti ég þurft að þola afskurð og upplifa sársauka, sjúkdóma og síðar erfiðleika við að fæða börn. Af því ég er stelpa er líklegra að ég þjáist af vannæringu en ef ég væri strákur. Af því ég er blá fátæk stelpa er ég berskjölduð fyrir misnotkun, mansali og vændi. UNICEF veit að það skiptir öllu að styðja stelpur, að vernda þær gegn misrétti og ofbeldi og kúgun. Að tryggja þeim menntun, því þannig breytum við heiminum, saman. Já, eftir að hafa hort á svona innslag þá rennir í lauf fyrir manni að það er siðferðisleg skyldamanns að gera steinsforeldi og styðja svona. Við getum haft áhrif á þetta, þú getur haft áhrif á þetta með að taka upp síman og gera steinsforeldri eða bara taka þátt í símaleiknum, það er líka mjög einfalt, 901 2900. En hérna erum við, Björn. Þú ert nýorðinn heimsforeldri, til hamingju með það, ég ætla bara að taka í spaðina á þér. Takk fyrir það, ég gerist heimsforeldri þaðan og ég held bara að það sé ekki annað hægt. Líður ekki pingu lítið betur svona í hjartanu? Í mínu svarta hjarta, það er orðið aðeins grárra núna. Herru, ég er með samt skemmtilega staðarind hérna. Það eru 406 manns á Íslandi sem heita Hannes og ef allir Hannesar landsins taka sig til og gerast heimsforeldrar fyrir 2000 kall á mánuði, þá geta þeir útvegað 174.000 skammta af plömpínött jarðnetumuaukinu sem við sáum á hann. Þú ert KR-ingur. Hvað Hannesar geta gert? Hannes Þór Halldórsson er í markinu á KR. Hann og þið hinir Hannesar hringið og gerist heimsforeldrar. Sem þýðir hann er mjög ríkur markur, fyrst hann er í KR eða ekki. Hlýtur að hafa efni á þessu, þú þekkir hann. Hata KR. Herðu, já, hér eru fullt af sjálfbáðulegum að svara í síman, mjög skemmtilegt fólk og þetta er mjög svona gott tækifæri til að ef þið viljið hringja og spjalla við fræga, þú veist, það er ekki alltaf tækifæri að frekar svona glata að vera að hringja á venjulegu föstudagskvöldu og bögga frægan. Hér getið þið gert það og margir að svara í síman. Hér eða á djamminu, betra að gera það hér, af því að þá er alltaf að leiða okkur gott. Já, nákvæmlega sko. Að gera að hérna, og allir bara sem er að vinna hérna, allir þessi grínar, allir þessi tónlistamennar er að gefa vinnu sín í kvöld og bara vinna hér göfuga vinnu. Þú ert ekki að fá borgað það nokkuð? Færð þú ekki borgað það? Grín. Fá meira grín hérna eftir.